komin hérna. Við sitjum hérna Laufey Rún Þorsteinsdóttir og Stefán Þór Sigurðsson við ætlum að spjalla við ykkur í kvöld. Já. Við erum með fyrsta keppendan hérna í kvennaflokknum. Þetta er hún Hrefna Fanney Halldórsdóttir og hún er ekki að keppa í rauninni í opnum flokki en hún vann U15 og fær að klifra undanúrslitaumferðina. Smá meira klifur og challenge. Hún er búin að taka eina tilraun í fyrstu leiðina. Já, akkurat. Og núna erum við að fá aðeins annað. Jú, þessi leið er, við fengum að spjalla aðeins við leiðasmiðina og þeir lýstu þessu sem nokkuð erfiðri leið með við hinnar þrjár. Akkurat, og byrjar á mjög stífri svona róðurhreyfingu, eða svona paddle dyno. Paddle dyno, nákvæmlega. Það reynir mikið á efri buxstyrkinn. Og samhæfingu. Og samhæfinguna. Þannig að spurning, Hrefna er frekar nýlega búin að klifra í úrslitunum í U15. Við sjáum hversu þreytt hún er. Kannski er hún bara svo unga að skiptir engu máli. Það geti alveg verið. Hún er bara sæmilega hress. Hún lenti í fyrsta sæti í sínum flokk á Reykjavíkurleikunum í janúar. Já, og hún var líka Íslandsmeistari í sínum aldursflokki í fyrra, í grjóthlaupi. Þannig að hún er mjög sterkur keppandi. Systir hennar Jenny er líka að keppa á eftir. Já, það er mjög gaman að fylgjast með þeim báðum. Og við erum við erum með nokkuð marga keppendur. Hvað endaði þetta í mörgum? Þetta eru 13 keppendur í kvennaflokknum sem við fáum að sjá hérna núna eftir. Og við sjáum að tíminn er að fara að styttast í þetta. Hún er að tæpa 1,5 mínútu eftir. Hún ansi nálægt því núna samt. Já. Vantaði eiginlega eina hreyfingu viðbútt, fara aftur með vinstri hendina líka. Já, semst í þriðja rauðagripið. Þannig að hún er alveg að læra hreyfinguna og bæta sig í hverju tilraun. Já, þetta er alltaf komið þannig. Og mínúta eftir hérna. Við sjáum aðeins á fótfestunum í byrjun. Þetta eru grip sem kallast Ghost frá 360 gripaframlendanum og við sjáum að það er svolítið stór partur af gripunum sem er ekki með neinni áferð þannig að hún getur ekki stigið hvað sem er á þau. Þannig að hún neyðir svolítið mikið til þess að toga sig áfram á höndunum. Dreif hann bustan. Það spurning hvort það sé alveg skítið gripið eða hvort það sé meira fyrir hausinn. Hvort heldurðu? Ég held sem meira fyrir hausinn sko. Kannski komið smá kalk samt. Tekur eina tilraun í viðbót. Nei, hún er ekki. Hún náði alveg framförum í hreyfingunum, þannig að hún næði ekki í miðjuna, það fengi engin stig. Við erum náttúrulega að vinna með nýja stigakerfi frá EBC. Þannig að það eru 10 stig í pottinum fyrir hverja miðju og 25 stig fyrir topp. Þannig að keppendur eru að klifra 4 leiðir núna í kvöld og þannig að samtals eru 100 stig í pottinum og sen er dregið frá 0,1 fyrir hvert skipti sem þau detta niður af veggnum. Og Þórdís er að fara af stað núna í fyrstu leiðinni. Hún byrjar á að busta. Mikilvægt fyrir hausinn. Mikilvægt fyrir hausinn. Ég geri það líka alltaf. Já, notar þú þetta stundum til þess að tjekka bara á gripunum? Ég hef alveg gert það stundum, busta aðeins bara til að vita hvernig er í laginu. Sko, ég gerði það aldrei fyrir en einhver sagði það við mig og þá hef ég tileinkað mér þetta líka, sko. Það er fá tilfinningu fyrir gripinu með því að busta. Já. Og hann er farin á stað. Virðist skilja hreyfinguna en vantar samt að fara áfram með vinstri höndina líka, eða áfram í næsta grip. Já, mér fannst það var smá tilraun bara til að testa þetta eins. Það var ekki algjörlega committed í þetta. Klálega smá hik, sko. Og það er kannski bara ákveðin taktík hjá henni að bara prófa það eins og sjá hvernig það er mátis aðeins í þessu áður en hún reynir virkilega. Sem að samt telur í stigunum. Hún tapar alveg stigum á því ef hún kemst síðan áfram í miðjuna.
ok. Betri tilraun. Betri tilraun. Hún var líka aðeins meira að hugsa að nota fæturnar, ekki bara fókusum ekki algjörlega á höndunum. Gæti verið hún ætli bara að stoppa í þessum tveimur rauðu. Já. Hún virtist ekki leggja af stað í næstu hreyfingu, hún virtist bara ætla að stoppa og stíga á þarna litlu rauðu fætuna. Já, það er alveg rétt sko. Og þetta rauða griparni í miðjunni af þessu þremur, það lítur alveg út fyrir að vera sæmilegt. En þetta er alveg smá axlastyrkur sem þarf samt í að stoppa þetta. Það kæmi mér ekki á óvart þessi leið fái enga toppa. Sérstaklega því að eftir þessa paddle dyno hreyfingu kemur líka bara mjög erfið hreyfing sko. Mjög erfitt hérna að ná endagripinu sko. Algjörlega. Ég er að veðja að við fáum allavega miðjur sko, en hérna ég held að verði svona... Já, ég held að við fáum miðju líka. Já. Mér langar að veðja að einhver náði topnum sko, en það verður líka ef að þær sem að ná miðjunni það verða líka svona frekar grátlega tilraunir þess að vera nálægt því að ná topnum. 100%, ég efast ekki það sko. Það verður heartbreaker leið sko. Já, ok, þarna reyndar að fara í þriðja sko. Þannig að hún er svona aðeins að breyta taktík, hún ætlaði ekki að stoppa þarna. Akkurát, og var líka bara áberandi besta tilraunin. Já, hún hefur alveg rúma mínútu, þannig að hún er alveg sinns að ná allavega miðinni. Já. Ef hún heldur í hausnum og heldur áfram að reyna þá er þetta komið sko. Eða vonandi allavega. Og þær eru allar búin að fá að skoða allar leiðirnar sérst fyrirfram, þannig að áður en útsendingin byrjaði þá fengu keppendur skoðunartíma. Þannig að hún veit svona hvernig hreyfingar eru í næstu leiðum og það er alveg, þetta tekur smá skinn sko, þannig að það er líka smá taktík sko, ætlar hann að reyna 100% í fyrstu leiðinni og gefa bara allt í hana, eða ætlar hann að eiga eitthvað smá meira skinnað eftir, nei hún bara heldur áfram. Já, hún er svo nálægt. Ef ég var í hennar sporum myndi ég líka halda áfram sko. Já, klálega. Og einu viðbót, það er bara átta. Ok. Jæja. Já, þannig var kannski sniðugt líka bara að halda áfram aftur og aftur af því að erfiða hreyfingin er bara strax. Hún er ekkert að þreyta sig svo rosalega mikið. Nei. Í hverju tilraun. Akkurat. Herri, núna erum við komið með aðeins breytt sjónarhorn. Við erum komið með að því að keppendur á 2 leiðum. Steinunn Harðardóttir er komin í leið númer 1 og Hrefna er í leið númer 2. Leið númer 2 er líka svona smá samhæfing. En aðeins minna yfirhangandi. Þetta gæti verið svona leið þessi númer 2 þar sem að fólk eftir að lenda aðeins á skopnungurum. Já, heldur betur. Laufey, er þetta slapp eða er þetta lóðréttaveggur? Hann er mögulega bara 1 gráða í yfirhang. Já, meinar, ok. Hann er ekki alveg lóðréttur, sko. En það er oft þegar komnir svona voljúmar eða kassar eins og eru þarna á þessi bæði svörtu og gráu, þá verður þetta svona gerfislapp. Já, það breytist smá í slapp. Já, og það sem gerist líka þegar veggurinn er svona aðeins yfirhangandi og það er búið til svona gerfislapp, þá er það oft auðveldara fyrir minni keppendur að koma sér í góðar stöður og ná að stoppa sig. Þetta er mjög flott hreyfing, þá erum við að hoppa upp með báðar hendur í næsta grip og bara svona sveifla sér án þess að stoppa og hoppa aftur niður á næsta voljúm. Það var alveg eins leið í undanúrslitum kalla á Reykjavíkurleikunum. Akkurat, nákvæmlega. Og þetta er svona, það er kannski munurinn þarna, ég held að keppnin að fara úr mjög kraminni stöðu upp í mjög svona extended, það er alveg að lengja úr sér og svo aftur kremast aðeins niður. Algjörlega. Þarna, já, Hrefna áfram. Já, mjög nær. Steinunn, hún er að reyna að tákróka þetta í leið nummer 1. Mér finnst það mjög spennandi. Ég vissum að leiðast mér eru búin að reyna þetta sjálf. Alveg örugglega. Já, ok, hún hætti við þetta, virtist ekki vera að virka. En þessi leið nummer 2, kannast við að hafa prófað svona leiðir og að það er svo spooky
Já. að hoppa niður á voljúmin, sko, maður vill ekki lenda illa á því. Já. Geðveikt. Hrefna komin hann í miðina og Já! já. Það er alveg með þetta. Já, sko liðsmiðir vildi meina að það væri ekkert physically, ekkert svona líkamlega erfitt að ná þessari leið nummer 2 heldur væri að hitta inn á hreyfingarnar og læra þar. Þannig að... Já, sjúklega svona tæknileg leið og mikil samhæfingarleið. Já, og Steinunn heldur áfram að reyna í fyrstu leiðinni. Hún er einmitt að reyna að fara í þriðja rauða, þannig að hún er alltaf að lesa leiðina eins og leiðarsmiðir ætla að hún sé klifruð. Og það verður mínútan eftir. Nægur tími fyrir eina góða tilraun í viðbót. Já, eða bara eins og Þórdís að prófa bara aftur og aftur. Já, eða það. Báða leiðirnar byrja bara strax á erfiðum hreyfingum, þannig. Já. Já! Hrefna hann áfram. Geggjað. Ég held að sé með þetta. Já, að sést aðeins það er fótfesta á þessum hana svarta fæti til hægri. Og þegar við skoðum hana þá fannst okkur bara nokkuð stór. Já, bara þokkalega góðu, sko. En það var samt að hitta. Já, það var að hitta. Og líka í mitt lokagripið, bara góður, bara huge juggari, risastór juggari. Nákvæmlega, en fætin þurfa að hitta bara til að stoppa sig í honum. Já, alveg skelfilegt að stíga á þetta voljúm, sko. Já. Þá er næsta keppandi komin í leið 1, það er Bryndís Óskarsdóttir. Og Þórdís er farin í leið nummer 2. Ég held að Þórdís taki það núna. Já. Öflugur klifrari. Algjörlega, hún er alveg, kemst mjög reglulega í úrslit á guldarmótum, sko. Þannig að hún er flott. Og var með í úrslitum á rigg. Akkurat. Ja, fyrsta tilraun. Já. Þetta er svona aftur eins og í fyrstu tilrauninni hjá henni í leið 1 til Þórdísi. Hún svona, eins og sé aðeins að máta sig, ekki alveg fullkomitta, sko. Algjörlega. Og Bryndís fyrir að staða líka, hún er rosalega sterk. Ok, sama svona smá að máta sig. Þetta lítur alveg óþægilega út þarna í leið nummer 2 að planta fótunum á hana voljúm og... Heldur betur, sko. Mjög svona new school leið, eins og það kallast. Já, þetta er smá þannig. Mikil hopp. Eða bara 2 hopp. Fyrst hoppa og lenda á þessu gráa voljúmi. Já. Síðan aftur hopp í lokin. Akkurat. Síðan kemur einn old school leið, hérna alveg í lokin. Verður 4. leiðin. Já. Spenntur að sjá hvernig þeim gengur í henni. Það er Þórdís var mikið nær þarna og Bryndís er líka að ná að progressa í hreyfingunni í fyrstu leiðinni. Já! Svo nálægt. Höfum meira en 2 mínútur eftir. Já, nægur tími. Bryndís aðeins þarna á sleipu fótfestunum og Þórdís er svo nálægt þessu. Það er 3. tilraunin þar sem hún kemst akkurat þarna og það bara ná að stoppa sig. Já. Þarna varum með þetta. Glæsilegt. Hittir ekki á fótinn. Nei. Sko, ég tengi mikið við Þórdís. Mér finnst það mitt svona hreyfingar. Það er svo erfitt að kommitta. Það er svo erfitt að hafa trú á sér. Maður er svo hikandi. Já, þetta er svo mikið í hausnum, sko. Algjörlega. Það er...
Og já, ég myndi segja, þú veist, í svona keppnisklifri þá þessi hugræni þáttur alveg jafn mikilvægur og að vera sterkur klifrari líkamlega. Ok, með þetta, næstu góð, tekur þetta. Og eins og þannig að leiðast mér voru svona að þetta var svolítið ætlunin með þeim að, þú veist, þetta pínu óþægilegt en þær getur þetta alveg. Og Bryndís að fara á stað, alltaf sé síðasta tilraunin hjá henni. Já. Þórdís aftur með þetta. Já, ætla að ná í toppinum í þetta skipti. Svo nálægt. 15 sekúndur eftir, það ekki, já, hún hleypur á stað. Það líka alveg kunst að miða á þennan litla fót. Af því henni skrúar á þetta svona dual-texture grip. Maður þarf að miða hárréttan stað. Nákvæmlega, það hann sleipiparturinn. Jæja. Þessi fótfesti einmitt á sleipaparturinn. Þannig að hún getur svona tínu runnið á hann. Já, en þú ert heppinn, en svo getur líka bara runnið af. Einmitt. Já, þá Eygló Elvarsdóttir komin í leið nummer 1 og Steinunn í leið nummer 2 og Hrefna í nummer 3. Og Eygló fer bara beint í stað, hún ekkert að busta neitt. Það bara... Nei, bara örugg. Já, vel. Við erum að sjá leið nummer 3 líka í fyrsta skiptið núna. Slapp leið. Já. Já, Hrefna lætur þetta lítið út eins og sé bara ekkert mál. Hún flýgur í gegnum þetta. Ekkert mál. En síðan verðist koma erfið hreyfingan í lokin og að smyrja ógeðslega voljúm með hún bláa. Já, og þetta svona valla þetta kalla þetta voljúm. Þetta svona aðeins stendur út frá veggnum. Já, bara áferð. Smá áferð. Mjög fallegt grip. Já, mjög. Einmitt líka Ghost frá 360. Já! Jæja. Það er vá, mjög flott hjá henni. Og Steinunn komin í miðjuna í leið nummer 2 líka. Þannig, já, aðeins að pæla í fótfestunum. Þessi fótfestu sem stendur líka á, það einmitt líka svona sleipurpartin á þeirri fótfestu. Hún ekkert stór flutur sem með gripi. En, náði ekki þarna. Það var bara að gera að busta. Akkurat. Það ekki smá tíma í að busta. Já. Bara af stað. Ég myndi segja að Eygló svona oft nokkuð sterkur klifrari líka. Svona ég veist ég oft sjá hana standa sig vel í svona leiðum sem að reyna út á efri búkstyrk. Algjörlega. Og Steinunn komin aftur í miðjuna og Hrefna sömuleiðis. Og Steinunn mjög nálægt. Já, við erum ekki ennþá búin að sjá neitt komast í gegnum en að byrjunin á rauðleiðinni. Nei, en við erum með, Hrefna tók þetta. Já. Vel gert hjá henni að spotta þennan tákrók líka á stóra gula cheetah-gripinni. Hún las þetta bara algjörlega rétt. Bara hárrétt, algjörlega. Þetta líka ekkert stutt hreyfing fyrir hann að fara í endagripið. Nei, bara mjög vel gert hjá henni. Mér fannst Steinunn vera mjög nálægt því að ná lokarhreyfingunni í leið nummer 2 líka. Þannig að kannski þetta fyrsti toppurinn í hana, hver veit? Og hún leitir þessa fyrstu hreyfingu núna lítið út fyrir að vera bara ekkert mál. Það ekkert hik. En það meir en mínútu eftir. Já. Andaði rólega. Framfæri hjá Eygló, hún að komast áfram. Sko hún með sequensið. En síðan svo erfitt líka að ná að halda, ná að stoppa sig, ná að stykka hreyfinguna. Það oft bara aðal kunstinn, sko. Já. Steinunn tekur góða hvíld. Já. Veit hún á kannski bara eina góða tilraun eftir. Já, og hún ætlar að ná þessu. En já, við erum að tala að fyrsta leiðin svolítið erfið. Við erum að sjá alveg 8 keppendur í viðbót og þá
8 sterkustu. Þau erum í rauninni að fara í öfri röð frá undan keppni. Þannig að við erum búin að sjá núna, já, það er ekki alltaf stigin sem er komið með úr undan keppni. Nákvæmlega. Jæja, og ætli Steinunn ná þessu á síðustu sekundunum. Já. Þetta var nálægt. Það verður mjög cool að ná þessu hérna á síðustu sekundunum. Það hefði svo flott. Já, ég spái því að alla leiðir verði toppar nema fyrsta leiðin. Ok. En ég held að muni nokkur komast í endagripið en ekki ná bara lokamatsinu. Já. Það er mín spá. Já, það gæti alveg verið, sko. Herri, þá er Katla Lind Jónsdóttir komin í leið nr. 1. Ná, ég klifir mjög lengi. Já, það er svo smá, hún var hægt að keppa svona tímabili. Það er smá comeback hjá henni núna. Já. Það er mjög gaman. Ánægður með það. Já. Já, ég var að þjálfa hana 2015-16 og já, saman tíma ég verið að þjálfa þig. Já, nákvæmlega. Ég ætlaði einmitt að segja þetta. En, já. Já. Sjá, það er... Þórdís er flott þarna á slappinu. Ekkert mál. En ég held að næsta hreyfing hjá Þórdísi, það sé erfiðasta hreyfingin í þessari slappinu. Já, klárlega. Bara svo vel gert hjá Hrefnu að ná þessum tákrók. Já, Hrefna er mjög sterk á slappinu. Það er svona svolítið það sem hún nær oft að skýna, sko. En Þórdís er samt líka mjög flott að klérari. Ég hef trú á henni, sko. Næsilegt. Við sjáum aðeins þarna, þetta grip sem heldur í með hægri hendinni, það er bara svona smá eins og diskur fyrir eiginlega bara 2 putta, það er ekkert mikið meira. En hún fattar þetta alveg, hún er alveg með aðferðina, sko. Algjörlega, það var bara aðeins að hitta betur inn á þetta. Og Katla þarna á aðeins að progressa í fyrstu leiðinni. Já, smá eins og Bryndís sé að hika þarna. Já. Að stíga á hana gráa, það er þessi óþægilega hreyfing. Ég er að velta fyrir mér hvort að Katla sé að reyna að bara stoppa sig í grip nr. 2 í leið 1. Ég held það líka. Ég held að hún lesi þetta þannig. Það er kannski alltaf hún sér að hakka bara leiðina. Já, kannski. Já. En ég þarf að veðja að leiðasmiðir sé búin að reyna það alveg rosalega mikið að stoppa í þessu gripi. Alveg klárlega. Mér finnst það langlíklegast og bara besta lausnir sé að halda áfram í næsta. Það er örugglega langauðveldast. Allan auðveldara en að stoppa. Já. Já. Já, Bryndís er ennþá að hika og Þórdís er núna komast í síðustu hreyfinguna og það bara að hitta og hún getur þetta alveg. Og yes! Glæsilegt! Geggjað! Geðveikt, heyrðu, það voru bara strax konar 2 toppar á þessa. Æði, sko. En samt ekkert, þú veist, þetta að frálega hafa fyrir þessu og hitta inn á þessu hreyfingu. Algjörlega, sko, ég er ekkert viss um að allir muni toppana. Nei. Já, ég held að Katla er núna aðeins verið að reyna að tegja sig í 3. gripið. Sýndist það. Hálf mínútu eftir, það er kannski ein góð tilraun, eða hvað? Já, ok, þetta var nú besta tilraun hjá henni, en ég er ekki viss um að ná þessu á tíman sem er eftir. Og Bryndís fyrir á stað. Þetta var besta tilraun hjá Bryndísi. En tíminn er bara að renna út, þannig að það var ekki nóg. Hún fékk ekki miðuna, hún náði að snerta hana sýndist mér, en það er ekki nóg. Það þarf að í rauninni nota miðjugripið. Akkurat. Jæja, og þá er Annabelle komin í leið nr. 1.
Og nú erum við með keppendur á öllum leiðum. Nákvæmlega, Hrefna að byrja í síðustu leiðinni. Leiðasmiðir lýstu síðustu leiðinni sem eiginlega bara léttustu leiðinni, fannst þeim. Já, ég get vel trúið að það sé rétt. Já. Samt ekki gefin, sko, en svona, það til dæmis fótfesta þarna sem að, já, Hrefna er að reyna að stíga á þetta núna með vinstri fæti sem að er smá erfið. Þetta svona nabbi, þetta frá 360 og rautt grip, þannig að fólk kannast við þetta og þetta svona eins og sjávarpúsaður stygg. Hún kampusar bara. Já. Já, hún komin á fótið núna. Já. Og... Annabelle komst ágætlega áfram núna í fyrstu leiðinni, þessari hreyfingu. Og Eygló nálægt í að ná nálægt í miðunni í leið nr. 2. Já, og Steinunn er að vanda sig í gegnum slappið, svolítið fótóina, já, ok. Já, Hrefna og Þórdís þetta lítið út fyrir að svo létt að komast í miðjuna í slappinu, en það er eiginlega alls ekki gefinn, sko. Og Eygló nálægt að ná miðjunni í leið nr. 2 núna. Sjá hvernig Annabelle var alveg, já, hún er alveg, það 2 mínútur eftir og hún er að koma til þriðjakappið núna. Akkurat. Það er alveg sens að hún náði. Já, mér finnst það vant upp að smá meira hopp, meiri sveiflu, meiri kraft. Já. Mér finnst aðeins svo mikið vera bara svona að teygja sig í það, en ekki kannski vera nógu ofarlega til að geta haldið í þetta grip af ykkur viti, sko. Já. Já, meiri sprengikraft bara, skjóta sér ofar. Já. Og Eygló svo nálægt inn á miðunni að það er ekki jafn gott á tilrauninnar áðan hjá henni. Nei. Þetta er alveg andstyggileg hreyfing í svörtu leiðinni, finnst mér. En svo var eins og við sáum... Ég er ennþá bitur, sko. Já, en eins og við sáum Steinunni áðan til dæmis. Hún var bara að leta þetta lítið út frá ekkert mál. Já, bara eins og að drekka vatn, sko. Já. Þetta er líka kynslóðin sem elst upp við hennan. Við þennan stíl, sko. Er vön þessum svona new school klifur stíl. Algjörlega, já. Svona parkour stílnum. Já. Og það svona, já, fólk það er ekki allir fylgjandi þessum new school stíl, en mér finnst við að vera með svona smá blöndu þarna í þessu umferð. Hrefna til dæmis komið hérna áfram í kantaleiðinni. Já, sem er einmitt hérna old school leiðin í dag. Það eru bara kantar, erfiðir fætur, smá trikk í hælkróku. Nákvæmlega eitthvað svona hælkróku sem það er að setjast ofan á. Mjög svona klassískt klifur. Mjög svo. En er samt kannski ekki jafn áhorfandanlegt eins og þessi hopp. Þessi hopp eru alveg helviti töff. Mér finnst líka bara, mér finnst svo gaman að sjá umferði þar sem að það er bara fjölbreytt klifur sem hefur verið að reyna. Já, algjörlega. Þannig að auðvitað bæði bara svona nokkuð klassísku og bara reyna bara styrkin, bæði fingrastyrk og líkamann. Já, nákvæmlega. Þetta er mjög svona frekar fjölbreytt umferð. Já. Við höfum hérna yfirhangandi kantaleið, eina paddulhreyfingu. Sem er svona mikið power. Já, eitt dæn á niður. Já. Sem er meira svona fætunni kannski. Akkurat. Já. Og slappið, það er bæði sko bara fótavinna, í rauninni treysta fótunum og vanda sig, en líka það kemur smá svona electric hreyfing, eins og leiðismiðin kallaði það. Já, við erum með 2 smá svona hreyfingar, svona smá electric hreyfingar þar sem maður þarf að ná svona að sveifla sér í eitthvað tákrók, bæði í lokin á rauðu leiðinni og líka í gulu slappleiðinni. Já, algjörlega. Já, við sjáum í rauðu leiðinni nr. 1 og það er meira sem búið að blokkera tákrókinn. Já, það er alveg rosalega grimmt, sko. Smá grimmt, en, En við erum komið með Dagbjörtu Leylu Oddsdóttur í leið nr. 1. Og Katla er að kommitta í leið nr. 2.
Bryndís vandar sig í slappinu og Þórdís komin í kantana. Já, vel gert hjá Bryndísi. Hún komin í miðuna á íslappinu og þarna að reyna að treysta þessum fótum. Rosalega svona fínlegar hreyfingar í þessu slappi. Já. Og svo svona, hún aðeins að hugsa hvernig hún ætlar að koma fótunum hvað smá að finna út úr í hvað hún ætlar að stíga. En hún komin hérna í loka. Nei! Þarna var þessi 360 blái Ghost diskur sem vorum að tala um áðan. Hann erfiður. Já, hann helviti lúmskur. Leið og hættir að hugsa hann, þá hættir hann að virka. Já. En núna líka pælið, Bryndís frekar lágvaxin klifrari. Ég gæti grunað að þessi lokarhreyfing bara hendi henni því miður, bara ekkert rosalega vel. Svolítið löng. Auðvitað getur hún stokkið, ég held að það sé alveg líkamlega hægt. Já. En það gæti verið svolítið stíft, sko. Ég Bryndís mikið lægri en Hrafna. Nú ég bara... Ég held það, en ég ekki viss. Nei. En já, Bryndís klárlega ein af þeim styttri. Já. Það hefði verið gaman að hafa sko hæðina og apastuðurinn á öllum keppendum sko. Já. Það hefði verið athyglisvert. Við erum komið með það fyrir úrslitin. Já, ok. Jæja. Og Þórdís þarna að progressa líka í kantaleiðinni. Þarna út í horni. Já. Hún var komin hérna líka áðan og svo það notar á hælkrókinn. Akkurát, þeirri. Já, þetta einmitt sko, að haldi litla kanta en þetta líka fótavinna þarna, sérstaklega í lokinu. Algjörlega. Ég ekki ekkert viss að allir munu lesa. Það svo mikið í gangi, Katla við þann á miðjunni, Bryndís að detta úr toppnum, allt gerist á sömu sekundinni. En fyrir ekki, þú varst að segja hvað með fjórðuleiðina, Herri, já, ég ætla að segja bara að ég ekkert viss að allir muni fatta hælkrókinn í fjórðuleiðinni, að svona velta sér á hún og setjast á hælkrókinn. Já, ég held sjálfur rétt þér. Og ég held að Þórdís hefði getað einmitt sest meira á hann í síðustu tilraun. Herri, tæp hálf mínúti eftir. Já! Katla svo nálægt. Og hún bara grípur höfuðið og hún bara trúir sig ekki sjálf og hann hafði ekki langar eitthvað svo mikið í bónusinn. Já. Og Dagbjört búin að vera að reyna líka hoppið í fyrstu, hún horfir á klukkunum núna aðeins. Sko, hún að komast í þriðju. Já! Nei! Þetta var skellur. Katla var svo nálægt. Nálægt í að ná niðurgripinu. Jæja, herri, þá Sigrún Rósa komin í leið nr. 1. Annabelle í 2, Eygló í 3 og Steinunn komin í 4. Og aftur, Eygló fer bara beint af stað. Hún ekkert að busta í byrjun, sko. Nei, bara confident. Já, ég fíla það. Já, ég líka. Og Steinunn líka bara... Engir leikir, sko. Nei, ekkert svoleiðis. Nýta tíman. Ok, Steinunn var komin hann eitthvað aðeins áleiðis í kantaleiðinni. Já! Annabelle bara flýgur áfram. Já, hélt mér að vinstri hendinum þá á gripinu. Já, og hún smá löng. Já, hún Já, það vantaði bara að setja upp fótinn. Já. Hún horfði mjög mikið bara á lokagripið, þannig sem væri ekki að pæla neitt í fætinum. Já, akkurát. Kannski hann ímyndaði sér einhvern veginn að það væri bara hægt að grípa með hægri og síðan bara svona kremja á móti á dúrtexturunni. Já, það alveg mögulega. Það örugglega hægt, það bara svo erfitt. Það bara svo erfitt. Já. Og Sigrún að lesa leiðina nr. 1, bara mjög vel finnst mér. Já. Hún líka svona
keppandi, hún alveg oft líkleg til þess að komast í úrslit, sko. Já. Og hún líka svona keppandi sem að talaði með áður í svona útlætingu og hún tók sér smá frí frá því að keppa og vann sem leiðasmiður með okkur í einhver ár og svo hún hætt í leiðasmiðinni út af annarri vinnu og farin að keppa aftur. Vist vel á það. Já. Nú ég ekki alveg viss, en ég myndi nú segja að Sigrún var kannski aðeins meira svona old school hlaurari frekar en svona new school. Já og nei. Vá, þetta góð spurning. Mér finnst þú vera alveg góð í svona new school hreyfingum, sko. Þegar ég var að kljóra með henni. Ég ekkert mikið kljóra með henni nýlega, sko. Nei. Nú kljóra náttúrulega frekar mikið úti líka á stór markmið. Já. Mér finnst hún bara mjög fjörhæður kljórari, sko. Já, hún er. Og Eygló núna þarf að treysta þig að fara sig yfir og komast í miðuna. Já, Eygló kom í miðuna á slappinu. Nú Annabelle ekki að ná að stikka hreyfinguna aftur og hún smá pirruð, það greinilegt. Og Eygló bara að vanda sig tegur sem sinn tíma. Koma svo Eygló. Já. Og Steinunn að komast aðeins áfram og þessi fótur erfiður sem hún var að stíga á hann í kantaleiðinni. Hann sleikur. Jæja. Heyrðu, ég held að Eygló sé kannski með þetta. Það gæti verið, nú þarf hann að treysta þessum bláa fæti. Úff. Og það ekki mikið til þess að treysta. Ætlum að prófa eitthvað nýtt. Heyrðu, þetta getur verið sniðugt. Þetta smá svindl en fullkomlega löglegt en ekki erfitt og ekki það sem að leiðasmiðurinn sá fyrir sér. Nei, og ég held sko að það væri mjög erfitt að halda þessu svona. Annabelle náði aftur á stökkinu. Heyrðu, ein tilraun, þetta síðasta tilraun hjá henni. Nei, heyrðu, og Sigrún nálægt að stoppa sig bara í grípinu með 2 í leið nr. 1. En hvað myndir þú kalla svona hreyfingu þessi svörtuleiðinni? Downward dino. Er það ekki? Já. Svona niðurstökk. Ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla það. Þetta smá paddle með fótafókus. Já. Af því að ef þú nærði ekki að lenda fótunum þá þetta bara búið. Já. Já, þú leystir því vel. Maður fer úr þessari krömdu stöðu. Pallar í gegnum, pallar í gegnum, réttir alveg úr sér og þú þarf að lenda aftur hérna á fótunum í þessari krumdustöðu. Já. Og í leið nr. 1 Laufey Ásdís mætt, nafna mín. Katla, hún var mjög ánægð með hvernig sér gekk í slappinu í undankeppni. Ég veit að hún spennt fyrir slappleiðinni hérna. Ég trúi ekki öðru. Bryndís komin vel á veg í kantaleiðinni. Dagbjörn aðeins reyna að finna undir hoppinu. Já. Ok, nú það kalla bara yfir í. Yes, komum með bónusinn. Miðjugripið. Miðjan, bónus, zone, hvað sem við kalla þetta. Það stendur miðja á spjöldunum okkar. Dettur hann að tegja sig yfir. Já. Bara poppaði vegnum. Já. Sá ekki hvort það var fótur sem að rann eða hvað það var. Og Dagbjört reynir við hoppið. Hún mjög nálægt þessu. Bryndís komið líka vel á veg í kantaleiðinni. En já, það smá power þarna í henni greinilega. Við erum ekki búin að sjá mikið gerast í fyrstu leiðinni. Nei, ekkert rosalega mikið. En eins og sem þetta erfiðasta leiðin, samkvæmt leiðasmiðina. Kemur nú samt ekkert á óvart að svona næstu keppendur munu kannski fara að ná þessari paddle-hreyfingu. Já. Í rauðu. Já.
Wow. Já, Dagbjört komin. Og þá bara þessi síðasta hreyfing. Það var svo reyndi ekki að stíga með hægri fótinn hann til hliðar, þannig að þá var þetta bara búið. Já, fannst hún vera smá hérna svona hikandi, vantaði kannski smá upp að bara að trúa á myndi ná þessu, upp að bara sjálfstraustið. Og líka sko því að fótfestan þarna, þannig að kemur smá á óvart þegar keppendur eru ekki að reyna bara að stíga beint á hana. Það er greinilegt að hún er. Já, nákvæmlega. Og þetta er ekkert lélegur fótur sko. Nei, alls ekki. Bara fín. Þegar við stóðum hann undir, okkur fannst hann bara frekar stór. Já, nákvæmlega. Og líka maður það bara, maður er kannski að miða á fótinn, en maður getur samt stigið hvað sem er á þennan fót, því það er bara viðnám á honum bara alls staðar. Já. Jæja. Kall er aftur komin í bónusinn. Og Dagbjört sömuleiðis, það er allt að gerast þarna á sama tíma. Og Bryndís er líka komin vel á veg í kantaleiðinni, nr. 4. Þarna var Dagbjört mjög nálægt. Já, miklu nær. Og Bryndís er komin, hún var komin ansi langt þarna, en hún var ekki búin að koma hælkrók fyrir. Þannig að það er spurning ef hún hefði verið búin að lesa það, að það hefði getað hjálpað henni. Og Laufey er eins og sé að reyna að stoppa sig í grip nr. 2. Ekki margar sekúndur eftir, en bara, já, það er eitthvað af miðjum. Það er eitthvað af miðjum að týnast inn hjá keppendum. Ég ætla að spá því að Annabelle taki núna gula liðina. Já. Mér líður þessu síðustu lið. Gæti verið hennar styrklegar. Já. Og Eygló er hérna í kantaleiðinni. Ég held hún tekur hana. Ég ætla að veðja það. Það kemur mér ekki á óvart. Já. Silvía, hún er mætt hana, Silvía Þóroddur, mætt í leið nr. 1. Sjúklega öflugur útiklérari. Já. Sko, já, hún er og bara svona, mér finnst líka með rosalega góðan haus í línukleri. Já, alveg rosalega. Já. Klöra mikið á Spáni með pappa sínum. Já, það er rétt. Það er oft að finna þig þar. Eygló liggur eitthvað í dýnunni. Núna sé ég ekkert að. Er hún ekki bara að kalka? Nei, nú er hún bara að kalka. Já, það er gott. Já, og Sigrún er nálægt að ná hreyfingunni í sjóstaleiðinni nr. 2. Mjög nálægt. Mjög flott líka hvernig hún hoppaði í þetta gripið sem hún svona stoppar smá í. Já. Bara, hún er alveg með kraftinn sko. Já, klálega. Já! Vá. Já, og Eygló er að setja tákrók, ekki hælkrók í kantaleiðinni. Já, og munnaði mjóa og næði hérna að krossa undir í. Já. Það fara Silvía og Sigrún á stað. Og ég hef ekki búin að taka eftir því, var Annabelle búin að ná í miðjuna í slappinu? Ég held ekki, ég er ekki búin að sjá það. Nei. Það var erfitt fyrir Annabelle hérna að stíga upp. Ég reyndar, ég fyrir aðeins að pæli, kannski er þetta slapp erfiðara fyrir aðeins hávaxnari. Lágvaxnari? Hávaxnari? Já, ég held, jú. Veist sko, ég ætla að taka undir með þér. Ég held að sé betra að vera frekar lítið, að sérstaklega allan að komast í bónusin. Já, einmitt. Og Annabelle er nokkuð hávaxin.
Sigrún er svo nálægt í að ná hoppinu í miðjuna í leið númer 2 og Eygló þarna svona á svipum stað áður í kantaleiðinni. Kannski líka gott að minnast á það að Silvía sem núna í fyrstu leiðinni, hún var þess að núna í 3. sæti, kom í 3. sæti inn í þessi undanúrslit sem þýðir að hún var 3. efst í undankeppninni núna í morgun. Já, það er geggjað sko. En það er ekki mikið eftir, fljótlega að fá að sjá bara síðustu keppmendur. Já, það er bara 2 eftir sko. Og það var skjótað að líka, ég held að Silvía var ekkert alveg viss hvort hún ætlaði að keppa og svona og ég er mjög ánægð að hún ákvað að skrá sig sko. Já, heldur betur. Bara standa sig mjög vel í dag. Já, Sigrún hann alveg bara hristi hendin, hún er pyrrjuð á sjálfri sig held ég. Já. Trúir ekki að hann sé ekki ná þessu. Yes! Þetta var svekkjandi. Það hefur verið mikilvægt, það hefur verið gott að ná þessari miðju bara rétt þarna í lokin. Já. Það er enginn búinn að toppa þessi svörtu leið. Nei. Þetta er bara búið að vera mest svekkjandi leið bara keppnina. Já. En mest spennandi líka. Og bara nokkuð margar tilraunir í bara toppgripi sem við erum búin að sjá. Já, algjörlega. Enginn náð toppnum og líka alltaf samanstæðan hjá öllum. Tekur nokkra tilraunir að ná í bónusinn. Já. Síðan þegar búið að ná einu sinni í bónusinn, þá náðu það fyrir consistently í bónusinn. Það er þessi enda hreyfing sem er bara rosalega svekkjandi. Ég held að sé ekki eins og svo erfitt að bara þetta er leið sem hreyfing sem maður þarf bara að reyna alveg eins og fyrir hreyfingi sem maður þarf að reyna oft. Akkurat, og trúa bara að þú náður þessu. Algjörlega, og maður hefur svo fáar tilraunir í þessa hreyfingu líka af því að það tekur svo mikinn tíma að komast í gegnum fyrir hreyfinguna. Já. Og Jenny Þóra Halldórsdóttir er mætt í leið númer 1. Hún var önnur inn. Og Íslandsmeistari í línuklifri í fyrra. Já. Og ég held hún var líka bara í öðru sæti á EM í grjótklifu í fyrra. Já, það? Já, eða hvort hún allan að vann sinn aldursflokk í fyrra. Og stóð sér nokkuð vel. Og er eldri systir Hrefnu sem var keppti líka áðan. Dagbjört er hérna á slappinu. Mér finnst það oft standa sig mjög vel á slappinu. Það er oft svona hennar staður. Rúglega hendar henni rosalega vel. Það já. Lítil og létt. Nei, ég var að bulla. Það var á bikarmóti sem að Jenny var á palli í fyrra. Já, Dagbjört er allan í miðjunni. Nú þarf hún bara að treysta fótunum og vinna vel í þeim. Já. Og kemur sér fyrir. Hún er svona eitthvað smá spugleira. Og já, þetta... Hún virðist bara ekki að hafa fattað hælkrókinn. Nei, tákrókinn. Já. Þannig að hún virðist ekki að hafa pælt í honum, bara að gera enga tilraun til þess að setja upp fótinn. Ég er svona spá hvort hún var að hika að stíga í hérna bláa fót. Hvort að það líka... Eflaust, sko. Jenny er nokkuð mikið að ná að aðeins að hanga í grip nr. 2. Já. En ég held að þau þurfi að tegja sig grip nr. 3 til að ná að stoppa sig. Það hefur verið erfitt að það hallar aðeins svona frá henni grip nr. 2. Og Laufey kominn í miðjuna í leið nr. 2. Og nú þarf hann bara að, ná í lokagripið og planta fætinum. Þetta var svona góð tilraun. Kallar að leggja á stað í fjórðu leiðina. Já. Og Jenny er búin að stoppa sig í gripinu með 2. Þetta er magnað. Komum við miðju. Fyrsti keppandi til þess að fá miðju í fyrstu leiðinni. Og svo er það síðasta hreyfingin. Jó!
hún Ég trúi þess ekki. Það er svo vel gert. Heldur betur. Já, ég hafði rátt fyrir mér, sko. Já, Það var bara, og Laufey núna ætla næ, þetta var líka bara fyrsta tilraunin í endarhefinguna, sko. Já. Hún tók hana strax. Og það leit, hún bara greip fast í lokagripið. Greip fast, já. Það var gullfallegt. Þetta, já, og svo er það Bössari, Dumbledore var svo nálægt í að ná þessu á síðustu sekundinu. Damn it. Þetta var gott moment, sko. Já, þetta var mjög gott moment. Þá erum við að fá síðasta keppendan inn í leið nr. 1, það er Agnes. Hún var bikarmeistari í grjótklaumu á síðasta ári og öðru sæti á IM. Þannig að, já. Og öðru sæti á Reykjavíkurleikunum. Og öðru sæti á Reykjavík. Bara núna í ár. Já. Þannig ég held hún að ég góða sens í þessa leið. Já. Hún er oft góð í svona powerleiðum. Heldur betur, mjög bara kröftugur klifrari. Já. Ég heldur þess líka að henni muni ganga vel í síðustu leiðinni. Já, ég er sammála því, sko. Sigrún er komin að stað í slappinu. Og Agnes nær 1, 2, 3 hreyfingunni strax. Já. Var þetta fyrsta eða önnur tilraun? Ég held að það hafi verið fyrsta tilraun, sko. Já. Sigrún strax kom með bónus. Sigrún er komin bónusinn á slappinu. Og nú þarf hann að vanda sig. Og Annabelle held ég að sé líka komin að vel á veg í leið nr. 4. Verður til að sjá hana núna. Já, en Sigrún þá slappinu, hvað er hann að gera? Já. Nei. Mér sýnist langflesta stelpunar verða þetta í sömu hreyfingu í fjórðuleiðinu. Já. Það eru komin, sko, ég er alveg þokkalegt grip með vinstri, en það eru að halda litla kanta. Já. Og síðan þurfa að sleppa hægri, krossa undir vinstri hendina til að grípa í næsta grip. Já. Og ég held sé bara rosalega erfitt að sleppa hægri hendinni og halda sér áfram að hanga á vinstri á svona litlum kant. Algjörlega. Ég held þetta sé bara vandamálið, sko. Já, og fæturnir er líka bara það sem að þau þurfa líka að fungera með, sko. Algjörlega. Þessi helgrókur og þessi pebble fótfesta þarna. Þetta er ekkert góðir fætur heldur, þannig bara svo mikið þyngd hvílir á þessum eina kanti á vinstri hönd. Já, og Agnes er komin í aðra tilraun í leið nr. 1 og strax komin í miðuna, lætur þetta bara lítið út Já. og toppar hana. Bara hitti líka fullkomlega í þennan tákrók. Já, og Sigrún komin í miðjuna, sömuleiðis aftur á slappinu og Silvía fremstað í leið nr. 2. Já, það var svolítið svona eins og í fyrstu tilraun að Agnes kannski hélt að hún gæti náð í endagripið án þess að taka hennar tákrók. Ætlaði kannski að einfalda fyrir sér, áttaði sér náði að hún þarf að sveifla þessari tá. Ég held það líka, sko. Og Annabelle er þarna í miðjunni í leið nr. 4 og er... Já, akkurat í þessari hreyfingu að krossa undir með hægri höndina. Akkurat, hún er tricky. Og ætli Sigrún ná þessu núna. Hún stendur á fætinum og ég er alveg viss að hún er búin að lesa hennan tákrók, sko. Úff. Hún ætlaði að leiðast með þessu. Já, og mjög klár klifrari. Já. Mínúta eftir á klukkunni. Silja komin í svörtuleiðina. Já. Hún er, ég er ekki búin að sjá hana ná að svona teygja sig nógu mikið í miðjuna í sinni tilraunum. Hún er svona fókusar svolítið á að planta fótunum á voljúmið. Akkurat. En svona vantar þetta að segjast það að teygja sig í greipið. Við líka myndumst á það að Silja er mjög sterkur útiklifrari. Já. Og mig grunar þú veist, þetta eru kannski ekki hennar helstu styrkleikar. Hennar helstu styrkleikar eru hérna rosalega góðan haus í línuklifri, hefur rosalega gott úthald. Já. Og er bara öflug í þessum svolítið svona gamaldags úti klettastíl. Og þetta er bara, gerist ekki ólíkara, sko. Alls ekki. Jæja, Sigrún komin aftur hana rétt á ætla nái á síðustu sekúndunum. Nei, þetta, já, Svekkjandi. Ég held hún hafi spáð að drífa sig ómikið, sko. Það var svona, ég veit ekki. Já, vissi það verið litið eftir að tímanum líka. Já. Jæja,
þá bara engin keppni í leið nummer 1 og það bara að styttast í svona, í lokin hjá okkur. En þetta ekki búið fyrir að búið, sko, alls ekki. Jenny og Agnes einu búin að toppa leið nummer 1. Akkurat. Sko ég ætlaði að spá því að Jenny muni ná svörtu. Já. En ég ekkert búin að vera mjög góður að spá rétt fyrir, sko. Haltu samt bara áfram við sjáum hvað kemur út úr þessu. En ég hef trú. Ég hef mjög mikla trú. Og Jenny lætur... Rúllar upp þessari hreyfingu. Já, bara ísi eins og að drekka vatn. Eða drekka smjör eins og, Byrði sagði hér árið. Herru, hún hitti bara, við sáum hana, hún hitti bara sleipartinn. Já, bara rann á fætinum. Aðeins lengra til hægri. En hún bara með nákvæmlega réttu aðferðin. Það bara nákvæmlega það sem leiðasmiðirnir sáu fyrir sér þegar þeir settu upp þessa leið. Algjörlega. Og Laufey komin í miðjuna á slappinu. Hún mikið að pæla hvað hann á að gera með fótunum og aðeins að hugsa sig hvernig hann á að treysta sig. Já. Og svo það bláa fótfestan sem það þarf að treysta. Og Meleysið nálægt þessu. Dagbjörn hérna í Arnarstaðir í leið 4 og sjáum hvað hún... Hún var komin hérna og rann á Pebble fótfestinu, rétt aðan. Sjáum hvað hann gerir núna. Já. Ég bara frekar mikla trú á Dagbjörtu. Já, saman. Eins og leiðasmiðirnir sögðu okkur á þessi 4. leið. Allan átti að vera auðveldust. Þau byggust við því að hún væri auðveldust. Jenny var svona við það að stoppa sig. Hún var komið með fótinn á þessu fótfestu en það vantaði eitthvað aðeins upp á. Já, þessi 4. átti að vera auðveldust, það svona, sjáum hvernig þetta þróast. Komið annað í ljós. Já. En líka stelpunar sem við erum að sjá núna að keppa, þær eru svo vanar þessum new school stíl. Þær eru rosalega góðar í þessum stíl og eru bara búin að vera að æfa þennan stíl síðan það voru krakkar. Já. Og kannski vanrækja, kannski ekki rétt orðin, ekki búin að stunda jafn mikið þennan svona gamla klassíska klifustíl sem að kannski vantar bara upp á einhvern smá styrk þarna líka. Já, algjörlega. Það líka svolítið þannig að þessi gamli stíl krefst meiri styrks, kannski ekki jafn mikillar samhæfingar, ekki alveg jafn svona, mikillar svona parkour tækni. Akkurat. Basic styrkur, en... Ég er svo spennt að sjá að því hún var svo nálægt þessu síðustu tilraun. Já! Aftur! Mjög nálægt þessu. Það var bara spurning um að hitta rétt og vel með vinstri fótinn. Með tákrókinn. Og nú eru bæði Dagbjört og Jenny, Dagbjört þarna, en Jenny að ná, já. Yes! Fyrsti toppur í leið nummer 2. Herru, þá var Jenny með fyrsta topp, bæði í fyrstu leiðinni og leið nummer 2. Já. Voru hún ekki á eini keppandi sem hefur topp í 2 leiðum? Jú, ég er bara nokkuð viss það. Með fórustuna núna, og svo er. Og sko Agnes sem kemur á eftir henni og var á undan henni í undan keppninni fara ekki að horfa á hana klifra en hún heyrir fagnaðarlætin þannig að hún veit að hún þarf að ná toppið hana. Það er komið press á hana. En það er spurning hversu mikið hún lætur pressuna að ná til sín. Já. Hvort þú notar þetta sem bara svona smá fuel í fyrir keppnisskapið. Ég geti trúið að Jenny eða Agnes eða báðar munu toppa alla leiðarnar. Já? Já. Ok, Við höfum séð 2 toppar nú þegar í gulu leiðana. Já. Þannig við vitum að gera leiðtoppur. Nákvæmlega. Og eins og Agnes er svo rosalega góð í þessum kröftuga stíl sem er í síðustu leiðinni. Já, akkurat. Sérstaklega það, sko. Ég myndi segja að Jenny sé aðeins meiri slapphljóðari heldur en Agnes. Já. Þannig að, já. Kannski verður þetta fyrir toppar. Hjá einhverjum keppanda. Það væri geggjað. Það væri mjög gaman. Ég væri svo ánægður með það. Það væri svo falleg keppni og væri svo dreift vel út úr þetta. Já, leiðasmiðir verða mjög ánægðir með það líka. Það er alltaf gott þegar... Við erum alltaf ánægð þegar að einn keppandi með 4 toppa og svo raðast það niður eftir það svona nokkuð fallega. Já, svo falleg. Og Agnes er komin í miðjuna í leið nummer 2.
nálægt þessu og heyrðu, og í lið númer 4 þá er Sigrún, hún er sterk á köntunum, sterkur klirri og er að ná, já, hún er búin að vera svo nálægt toppunum þarna í 2 liðum allavega, erfitt að mattsa í lokin. Ó nei! Ég trúi þess ekki. Dettur í mattsinu. Þetta var hrikalegt að horfa á. Já. Það virtist vera bara í vandræðum að finna góða stöðu til þess að mattsa. Virtist vanta kannski bara einhvern fót fyrir hana. Já. Hún var eitthvað að reyna að krækja tanni þarna til hægri. Það virtist ekki ganga nógu vel. Eflaust bara betra að fara strax með báðar hendur, bara vera þrjóskur, halda bara án fóta. En þetta er kannski ekkert besti grip í heimi, þetta er stórt og gott, en kannski í þessu yfirhangi. Svo slópi líka, sko. Já, algjörlega, þetta er smá slópi og í þessu yfirhangi er bara svolítið erfitt að hangi. Og Agnes toppalið nr. 2. Hættja. Var það önnur tilraun? Þriðja heldur. Þriðja tilraun. Já, mér minnir það. Hörð keppni á milli Agnesar og Jenníar. Já, það er spennandi sko. Og Silvía komin í miðjuna á slappinu. Klíður auðvitað fallega. Og vandar sig vel þarna í gegn. Og þá er spurning, treystir hún blóða fætinni með ekki sko. Hún horfir aðeins hérna upp og er og hvort að ég er alveg viss að hún er búin að lesa tákrakinn líka. Nei, heyrðu. Þetta var bara mjög langt til hægri. Já, mér sýndist bara ekki hafa fattað tákrakinn, allan ekki. Nei, annars það eða mistókst eitthvað, sko. Já. Eða kannski var hún bara komin í þessa stöðu, var búin að hugsa hennan tákrók og hugsaði sér með sér eitthvað svona, kannski þarf ég ekki að gera hennan tákrók. Já, alveg möguleiki. Ég sé alveg fyrir mér að einhverju keppendur myndu sjá fyrir sér sko að í rauninni grípa bara með vinstri hendinni á svarta partinn á voljumunum, bara svona íta móti, pressa móti og Sigrún er farin að staða í 4, hún er bara að hvíla vel, hún alltaf að tapa þetta núna. Já, heldur betur sko. Og bara, lönghvíld, ætlar að ná þessu. Þetta var mesti heartbreakerinn í kvöld sko. Já, heyrðu nei, Sigrún dottirinn af hálf mínútu eftir, spurning hvort þú fara aftur á staðið ekki. Silvía nálægt þessu á slappinu. Já, það búið að vera svo mikið að keppnum að detta í þessari lokahreyfingu á slappinu. Heldur betur. Ég held að leiðasmiðirnir getur bara verið mjög sáttir með þessa umferð. Já, nei, hún er ekki að reyna að ná tákraknum held ég. Já. Þá eru það bara 2 leiðir svona eftir. Ég er sammálaði, ég held að leiðasmaður geti verið sáttir sko so far. Þó þetta er ekki það sem þeir spáðu fyrir sko. Nei. Ekki alveg allavega. Nei, ekki alveg. En já, við erum með 13 keppendur hérna og ég veit ekki hvort að fólk átta sig á því en í svona umferð þá er markmiðið ekki að allir sé að toppa alveg ógeðslega mikið. Heldur erum við bara að sikta út þarna. Það er bara svona efstu 6 keppendur sem ætti að vera að toppa svolítið en á eitthvað á toppunum. Algjörlega. Fengum líka hérna franskan leiðasmið til að setja upp á Íslandsmeistaramótinu, hann Jules. Og hann býr í Belgíu, vinnur í Brussel. Við vorum hérna í kaffipásu aðan og vorum að fylgjast með hérna, það er Evrópubikarmót í München í gangi núna. Þannig að það var eitthvað af þeim sem er að klifra í tíminu hans að keppa frá Belgíu. Geðveikt. Laufey komin hérna í einhvern snúning í leið nr. 4 og Jenny í miðjuna á slappinu. Ég sagði áðan að Jenny, hún fílar slappið svolítið, þannig að ætla að ná í þessu strax bara í þessari tilraun. Gæti verið. Það væri gaman sko. Góður svona hreyfingum sko, samhæfing, setja einhvern tákrók. Þetta er tákróknum fyrir. Já, þetta er það sama og Eygló reyndi. Þetta er það sem Eygló reyndi. Þetta var skýrt.
Þetta var mjög snyrtilega gert. Já. Algjörlega sleppti þessum ömurlega bláa fæti, Já. en þetta samt ekkert gefins staða, sko. Hélt smá stutt í lokagripið fyrir minn smekk. Já. En hún fékk þennan topp, alveg án efa, sko. Já. Ég sammálaði. Ég vil alltaf að keppendur sé alveg bara öruggir og helst búin að snúa sig við og fá merki frá dómara, sko. Það bara alltaf öruggast. Já. En ef ég væri dómari hefði ég gefið þennan topp. Já. En smá tækt. Já. Leifur allan að koma með miðjuna þarna í leið nr. 4. Já, þetta er erfiður fótur. Já. Ég ætla að vera marga búin að vera að detta þarna að skipta fót á þessari litla pebble. Ég er ekki búin að skrá neitt niður hjá mér. Ég hef ekki hugmynd hver að komast í úrslit nema við vitum það að Agnes og Jenny eru með 2 toppa. Þannig að, já, Þórdís var með topp í gululiðinni. Stabbinu, já. Stabbinu. Já. Og Hrefna líka. En hún er reyndar ekki að keppa. Hún er ekki að bara keppa. að klifra umferðina. Allan að þessi toppur dugar allan að fyrir Þórdísi Já. að komast í úrslit. Þannig allan að þær 3. Já. Og síðan allar hinar hafa munu komast inn bara á bónus og tilraunum í bónusgrip. Akkurat. Og út af því að vera með nýja kerfið, þá er samt sko líka möguleiki að einn toppur dugi ekki til ef að Hrefna er ekki með margar aðra miðjur. Ég er ekki búin að halda utan um það heldur, af því ef að til dæmis segjum að Hrefna sé með einn topp sem er 25 stig fullt hús sem er í fyrstu tilraun, en ef einhver keppandi er síðan með 3 miðjur, þá er það fleiri stig jafnvel ef að viðkomandi nærði í ekki of mörgum tilraunum. Já. Þannig að við þurfum bara að bíða eftir niðurstöðu frá dómurum, sko. Og já, þetta nýja stigakerfi, það svolítið býður upp á það að áður fyrr þá var svona, við erum með 4 leiðir og ef einhver keppandi var bara skara algjörlega fram úr einum stíl, þá komst viðkomandi áfram með að náði jafnvel pall, en núna þá eru svona þessi fjölhæfari klifrarar að fá aðeins meira af stigum eða komast vel áfram í mörgum liðum. Og ég er mjög ánægð með það. Já, ég líka. Ég hef ekki heyrt mitt sem hefur eitthvað á móti því, sko. Nei, þetta er gott kerfi. Þá er hún Agnes að leggja af stað í leið nr. 2. Nei, hún er ekki að fara í 2, hún er að fara í 3. Nei, hún er að fara í 3. Hún toppaði Mikið með 2. Mikið rétt, hún toppaði nr. 2. Hvað var ég að segja? Og Silvía í leið nr. 4. Við vorum bara að tala um að Silvía er góð í svona köttum þannig. Já, mikið rétt. Ég er spennt að sjá. Algjörlega, ég held að ef það er einhver leið að fara að henda henni Þá er það þessi. mest, þá er það þessi. Já. Þessi er klálega, sko. Sammála. Já, báðir farin af stað. Ég held að Silvía sé næsta hreyfingir í miðjuna. Já, hún er komin í miðjuna. Agnes er að vanda sig í fótavinnunni. Hún stígur, já, hún fór létt með hennar kross Já. sem að hinnar stelpunar áttu erfitt með. Silvía er núna bara í Yes. loka hreyfingunni. Hún er ekki að nota helgri, hún er Já. að stíga. Bara flass, virðist vera. Vonandi. Ef hún er að mattsa. Þessi loka staða Hún verður að ná að mattsa, sko. Já. Hvað segir, nei, dómari segir nei. Og Já, þetta var ekki toppur. Þetta var leiðilegt. Þetta sömuleiðis. Vá. Ég held að Agnes væri bara komið í tábyrjun. Já, ég líka, sko. Það vantaði eitthvað smá upp á þarna. Vá, hvað þetta er. Þetta er mjög spennandi. Já, þetta er líka svo svekkjandi. Sérstaklega þetta, bara, ég verði í vandan að bara mattsa á lokagrífinu. Já. Bara, vá, ég lifi mér svo mikið inn í þetta, sko. Ég finn svo til með henni. Bara, Ég er sammála, en ég vonast að Silvía sé bara að halda haus og hún veit að hún getur þetta finna lausnina. já, þetta var líka bara eitthvað fyrsta tilraun. Hún hefur nægan tíma eftir. Hún er ennþá bara meir en 2 mínútur á klukkunni, sko. Akkurat. Jæja, báðar að komnar á vegginn. Sjáum hvað gerist. Sko,
Mér finnst Silvía, hún bara lítið út frá að vera ekki neitt. Já. Hún einmitt mjög sterk að putta og heyrðu, kemur, Nei! Heyrðu, Agnes bara, Silvía komur í loka gripið. Já, hún verður að ná þessu núna, sko. Já, nota fæturnar, næsum toppið, glæsileg. Það var hún öruggun í úrslit líka. Já, það Að öllum líkindum, Sko, hún miðjuna í slappinu. Já. Þannig að, jú. Hún er 10, svona cirka 10 stig þar, aðeins minna líklega. Jú, þá hún Og inn í úrslit. aðeins minna en 25 stig, hvað erum við? Við erum að bladra 24,9. hérna og spá eitthvað með alls konar fyrirvörum, sko. Við erum að leyfa hérna yfir dómara að berta, en jú, það ætti að vera með... Ég er nokkuð viss. Já. Ég er frekar. Já. Hún var samt ekki með bónus í númer 2. Minnir mig. Nei, hún náði því ekki. Og núna það bara spurning hvort að Agnes ná þessari lokarhreyfingu og hún á hana svo algjörlega inni. Mér finnst bara pínu, sko þessari seinni tilraun, þá var eins og hún hafi verið bara að ætla að sleppa tákrögnum sem að... Já, eins og hún ætlaði bara að sparka í vegginn og stoppa sig þannig. Já, og hún alveg sterk, en ég held að hitt sé bara mikið öruggari hreyfing, sko. Nei, ég held líka að sé bara ekki það æðislegt lokagrip. Nei, og það snýr líka og séðan bara að það hallar eiginlega bara niður. Já, þarna örugg. Geðveikt. Og ég held að hún hefði bara átt að gera þetta leið í tilraun nr. 2, sko. Bara 100%, sko. Herðu, þá erum við bara að bíða, tíminn bara krast hérna og áður en að Jenny fer í leið nr. 4. Það bara, við bara eftir að sjá Jenny klárana og svo Agnesi. Jæja. Jenny mætt þarna. Já, ég er svona eitthvað að reyna að hugsa hvort ég að spá eitthvað hvernig Jenny eftir að ganga í þessa leið. Ert þú með einhverjar pælingar? Hvað heldurðu? Ég held henni muni ganga vel, sko. Ég held henni muni 100% allan að komast í krúksið þar sem hún að krossa hérna með hægra hendina undir vinstri. Já. Mér finnst alveg líklegt að hún muni klúra þessa leið. Já. En ég ætla að skjóta að það vera ekki fyrstu tilraun. Já. Sérstaklega út af því að þetta endamats er erfitt. Já. Ég er sammála. Ég var einmitt svona að hugsa líka að segja að Agnes sem kemur eftir, hún gæti náðu þessu í fyrstu tilraun, en eins og við erum að sjá núna, það eins og ég er smá erfitt stundum með að lesa. Bæði, Agnes, sko, eins og bæði í leið nr. 1 og núna í leið nr. 3, þá er hún svona aðeins búin að mislesa stöðuna. Algjörlega. Líka bara, kannski er hún ekkert rosalega góð í tákrúkum, vill forðast að nota tákrúka. Báðar hreyfingarnar eru þannig og hún þarf að svona hoppa og setja einhvern tákrúk. Það er möguleiki. Herðu, Jenny fór í miðjunni í fyrstu tilraun. Hún náði þessari krúkshreyfingu að krossa undir með hægri, en datt síðan bara... Í nippuna, Nippuna, já. Þetta er eiginlega ekki grip, sko. Yfirleitt þá er þetta grip nota fótfesti svo miklu yfirleiki. Hún var alveg ekkert að setjast á hælkrókinn. Nei, það er rétt. Það er að nota fætina betur. Já. Heyrðu, þannig eitthvað sem ég spáði vel fyrir, sko. Já. Það myndi ekkert allir fatta þennan hælkrók, sko. Nei. En það er líka finnst að þegar ég horfði á leiðina, þá fattaði ég ekki hælkrókin. Það fyrst að segja mér það. En við sáum líka Silvía, hún leysti þetta annars að nota hælkrókin. Hún bara Já, mikið rétt, það þarf ekki. Hún bara... Hélt hún í þessa litlu nippu. Sko, hún var aðalega að halda í kantana. Já, þessi, já. En hún er bara ógeðslega sterk í svona gripum. Já, heldur betur, sko. Þetta ég er mjög spennt. Það eru 2 mínútur eftir, þannig að Jenny er búin að vera bara að hvíla ágætlega. Hún veitur, hún á ágæðan séns, hún er bara að reyna að maximisa, bara vera fersk, eins fersk og hún getur orðið. Sjáum hvað hún gerir. Og bara inn af stað. Já, það er spurning, hvað gerir hún með fótunum? Hún er að stíga bara drottni hana. Krossa svo fallega í þetta grip. Já, Já, og ekkert
Nákvæmlega. Ok, nú erum bara að finna úr stöðuna. Já. Já. Það eru 4 toppar í öllum leiðum og hún gerði þetta með bara alveg intended bake þetta. Setti hælkrókinn, svo settist hún smá á hælkrókinn. Mjög flott. Og líka tók hann tákróki þessu endamatsi, alveg eins og Silvía gerði. Nákvæmlega. Bara mjög flott. Og svona, já, Sigrún átti miklu vandræði með að finna hennar tákrók, var bara ekkert að ná hennum. Já. Þannig að, en hún bara lét þetta lítið út fyrir mjög þægilegur tákrókur. Akkurat. Áhugavert. Já. Ég við munum síðan ekki ná að fara yfir hverjar komast áfram í úrslitin í útsendingunni. Þannig að þeir sem eru að fylgjast með þá þurfum þið bara að kíkja á Facebook viðburðinn hjá Klifurhúsinu. Það er bara Íslandsmeistaramót í grjótklifri 2025 og þar mun yfirdómari birta niðurstöður undanúrslitana. En við eftir að horfa á Agnesi, tíminn er að vera búinn hérna. Fer að koma að þessu. Ég er að spá flassi hjá henni. Já, ég líka. Nema hún bara lesi ekki tákrókinn og ná ekki að halda í löggu. Já, classic, eitthvað svona þriðja leiðin sem endar á einhverjum tákróki. Já. Þið voru líka aðeins að grínast með þetta, strákarnir, sem þið vorum að tala með það áðan. Það leiðist með teimið, já. Ok. Það er eitthvað svona smá þema en það er svona tákrókur. Já, ég elska tákróka. Mér finnst það bara frábært, sko. Shit, ég er svo mikið hater, sko. Ég þoli ekki tákróka. Ég tengi mikið af Agnesi, sko. Bara album sem gerði í báðum liðanum. Þannig að 1 og 3. Bara ég í hennar spórum hefði reynt að sleppa þessum tákrókum, sko. Ok, Mér finnst þeir lélegir og leiðilegir, sko. Vá, mér finnst þeir svo skemmtilegir. Ég elska hælkróka hins vegar. Já. Og svo setjast á hælkrókinn í þessari leið, bara svo fallegt, sko. Já, ég sko sérstaklega þegar ég er að setja upp leiðir sjálf og Agnes bara lætur þetta lítið út frá ekkert mál. Já, plass. Enginn hælkrókur, nei tákrókur, enginn tákrókur. Ekki neitt, sko, we two in my gym. Já. Ég sá ekki að það væri neitt vandamál fyrir hana að mattsa í þessum toppi. Nei, bara ekkert vandamál, bara walk in the park. Já, þetta var bara easy. Ok, við erum 2 keppendur þá sem við erum með toppa í öllum leiðum. Já, og síðan er bara næstu keppendur fyrir neðan með 1 topp. Já, það ekki? Jú, það eru bara 3 aðrir keppendur að hrefnu meðtalinni sem að er ekki beinlínis eins og að keppa í fullum. Nei, það er eitthvað sem að yfirdómari fara að ákveða. Það? Ég ákveða ekki sjálf, sko. Ég hélt að maður bara fá bara svona pröfa á hvernig sem þetta gekk svo vel hérna í sínum flokk. Já, það er nefnilega hægt að fá undantekningar að keppa upp fyrir sig. Já. Í reglunum hjá Klifurhúsinu. Þannig að það er spurning hvort að hvort að það verður nýtt núna. Já, ef það verður nýtt þá verður náttúrulega að komast áfram í úrslit. Já, sem er svakalegt, sko. Já, bara svo öflugt, bara ungur klifrari, sko. Já. Það verður ekki að keppa í U15. Jú, vinna U15 rétt aðan. Já. Já, það er bara frábært. Framtíðin er björt í keppnisklifrinu. Framtíðin er svo björt. Og líka ég sé fyrir mig, sko, í keppnisklifrinu núna og svo þessi keppendur sem að keppa eitthvað í nokkur ári viðbót, fá sér nóg af því og fara í útiklifur, þannig að ég bara, klifur framtíðin okkar er frábær. En við sjáum að eitthvað af keppendum eru að reyna aftur við leiðinar eftir undanúrslitin. Laufey til dæmis í Slappinu, já. En að fá smá redemption. Yes. Og við ætlum eiginlega bara að fara að kveðja ykkur og mælum með síðan að hlusta okkur eftir. Þá er undanúrslit karla og svo eru úrslitin á mánudagskvöldið og við erum aftur með útsendingu þá. Þannig að bara takk hérlega fyrir að fylgjast með ykkur og við bara sjáumst það eftir. Yes, bless. Takk og bless. Bye.